Amen, takk fyrir. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Amen. Veitu, það sem ég elska við Guð, það að ganga í þessu yfirnáttúrulega. Að sjá Guð gera stórkostlega hluti. Eitt af versunum sem ég bara geng út á augu Guðs. Hvarflum alla jörðina til þess að leita þeim sem heilsuga við hann til þess að megi sýna sín máttgan. Að staðsetja sig þarna í bæninni. Að sjá Guðinn okkar sýna sig. Veitu, ég fer rosalega mikið upp á fjöll að biðja og leita Guðs og það sem ég elska það að sitja og hlusta á Guð leggja mér einhverja hluti á hjarta. Og veit að stundum þegar ég að biðja út og ég sé Guð bara svona strax mæta og svara, breyta lífum fólks, hingað og þangað, snerta við fólki, tala inn í líf fólks. Veit að þetta auðmýkir mann. Að sjá bara, veist hvað Guð getur notað einhvern einn sem að biðja einhvers staðar. Að taka þátt í því sem að Guð að gera í landinu okkar. Og ég veit að Guð að gera núna hérna á Íslandi. Guð að reisa upp kirkjuna okkar hérna. Þannig að við erum lifandi steinar og Guð að raða okkur upp. Þannig að það vakning að koma. Hann að raða okkur upp á rétta staði og það kall núna til þess að stíga inn í andlegu gjafirnar og hlutina sem að Guð hefur lagt ykkur á hjarta. Ég er búinn að vera að sjá fullt af sýnum og fullt af draumum og allt mögulegt. Og ég finn bara svo sterkt hvernig við þurfum að taka ábyrgð á því sem að Guð að gera. Hlusta hvað andinn að segja og ég skýrði þessa predikun Prophetic Promises, spátómleg loforð. Mörg okkur hérna inni höfum fengið orð frá Guði og við þurfum að standa á þeim. Ástæðan fyrir að ég að gera það sem ég að gera í dag einfaldlega svo að ef ég heyri Guði, þá stend ég á því. Og það þannig þegar að Guð gefur okkur eitthvað orð, þá það ekki bara orð. Svona rema orð frá Guði, það heldur eitthvað, það ber. Það ber inn í sér kraftinn til þess að framkvæma það þegar þú stígur út á það. Og þetta er það sem við þurfum að stíga út á og hlaupa með. Þú veist, hvað Guð að segja? Hvert eigum við að hlaupa? Hvert eigum við að fara? Ég sá sýn í gærkvöldi, var að biðja fyrir þessari stund hjá okkur og sá svo rosalega magnaða sýn sem ég þurfti að leita Guðs með. Og við sem erum svona spámanlega og svona, við fáum sýnir og við sjáum drauma og allt mögulegt. Það þýðir ekki að það sé allt komið. Myndin sýnd, þá bara byrjar þetta. Þá þurfum við að fara að stúdera, ok, Guð, hvað að segja? Hvað að sýna mér? Á hverju? Og ég sá þessa sýn í gærkvöldi og það voru skór. Slitnir skór. Og ég fór að spjalla myndaði Guð, ok, hvað að sýna mér? Og myndi mig á versið í 5. Mósebóka sem hann, þeir gengu 40 ár í eyðimörkinni, en skórnir slitnuðu ekki. Dugðu allan tíma, 40 ár. Hugsaðu líka þegar Jesús sendir út lærisveinana. Þið þurfum ekki að taka neitt með ykkur. Það allt innifalið. Það allt innifalið. Þetta það sem við þurfum að stíga út á í dag, þú veist, það allt innifalið. Jesús sagði, Guðs ríki svo nálægt ykkur, það í lófu ykkar. Öll þessi lofar sem Guð hefur gefið okkur. Póstólinn sagði 1:8. Þið munið fá kraft þegar andinn kemur yfir ykkur. Þurfum við ekki að staðsetja okkur á þennan stað þar sem að krafturinn kemur yfir okkur. Rísa upp og meðtaka það sem að heilagur andi vill fylla okkur með og hlaupa með það.
djörfung. Og líka bara í bænum okkar. Sjá gegnumbrot og búast við því að Guð sýni sig máttgan. Hvað er Guð að leggja ykkur á hjarta í dag? Við þurfum að skynja andrúmið. Móses sagði hérna, ég vildi allir væri spámenn. Við getum öll spáð, við getum öll heyrt í Guði. Jesús sagði, mínir sauðir heyra röst mína. Þannig við þurfum að stilla okkur. Orðið fyrir okkur í dag er stillum okkur. Stillum okkur af þar sem við heyrum Guð, tala þessu einu rödd. Þar sem við erum sent út, sent ones. Staðsetja okkur þar sem að Guð fær að nota okkur og sýna sér máttgan gegnum þjónustuna okkar, gegnum gjafirnar okkar. Við höfum öll kallanir og gjafir og Guð vill magna þetta upp. Við getum bara gert svona, en Guð getur gert. Þannig hugsaðu þú og Guð, pældi í hvað Guð getur magnað, notað okkur á magnaðan hátt. Byrjaði að hugsa, ég legg þetta í hendurnar á Guði. 5 steina, 5 fiska, 5 brauð. Hvað gerir Guð? Guð er margföldun af Guð. Það er alveg sama hvað við leggjum í hendurnar á okkur. God is a God of multiplication. Munið hvað Jesús sagði, en hjálparinn andinn heilagi, Faðirinn mun sendi í mín nafni, mun kenna yður og minna yður allt það sem ég hef sagt ykkur. Heilagur andi stöðulega með okkur til að minna okkur á, til að kenna okkur. Gangtu þangað, haltu þið á línunni. Rómarbréfið 12, 4-8. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins eru við þótt margir séum einn líkami í Kristi, en hver sig annars limir. Við höfum margvíslega náðargjafir eftir þeirri náð sem oss er gefin. Sé það spádómsgáfa, þá notum við hana í hlutfalli við trúna okkar. Sé það þjónusta, skulum við þjóna, og sá sem kennir, hann kenni. Sá sem áminnir, hann áminni, sá sem útbýtir gjöfum, gjörur það innlægni. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin, og sá sem iðkar miskunnsemi, gjörur það með gleði. Það ég elska að vera forvitin í Guði. Ég elska forvitni. Ég hugsa oft Móse þegar hann var að labba í eyðimörkinni minni og hann sér eitthvað brennandi runna og hann labbar að runnanum. Hvað er þetta, Guð? Þetta er svo spámannlegt að vera forvitin. Hvað er Guð að gera? Það má vera forvitin í Guði. Rannsaka the deep things. Jeremía 33:3. Kalla þú á mig og ég mun svara þér og ég mun kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur ekki þekkt. Er ykkur forvitin? Er ykkur forvitin? Sjáu þið hvað Guð vill gera? Sýna þér eitthvað? Guð vill eiga þetta persónulega samfélag við Guð þar sem hann er að sýna okkur leyndardóma og opinbera fyrir okkur alls konar hluti, bæði okkur sjálf og líka bara til þess að styrkjast í Guð okkar. Ég segi þetta oft á ensku, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta á íslensku. Revelation is an invitation to a conversation. Þegar maður fær einhverja svona opinberun, þegar maður fær einhverja sýn eða vitrun eða eitthvað, þá er það boð að ganga inn í sýnina til þess að fá meiri opinberun. Og þetta er það sem við þurfum að læra að gera, það sem við þurfum að byrja að kenna fólki að ganga inn í, að lifa í anda Guðs. Annað Korintharbréf 2:9-11. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er að elska hann. En oss hefur hann opinber hana fyrir andan, því andinn rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Leyndardómarnir sem að Guð hefur talað inn í lífið þitt, þeir eru á himnum og við þurfum heilagan anda til þess að vinna með heilagum anda til þess að fá opinberun á því. Kallanir Guðs, gjafir Guðs yfir líf okkar. Þetta Guð hefur frábæra hluti fyrir hvert einn og einasta okkar hérna inni. Og þeir sem eru að horfa, Guð hefur frábæra hluti. 1. Korintharbréf 2:11-14.
Hver meðal manna veit hvað mannsins nema andi mannsins sem í honum Þannig hefur eldur enginn komast að raun hvað Guðs nema Guðs andi. En við höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem frá Guði, til þess að við skulum vita hvað oss á Guði gefið. Svo skulum vita hvað Guð hefur gefið ykkur. Þess vegna höfum við heilagan anda. Enda tölum við það með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, tölum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andinn kennir, og við útlistum andlega efni á andlegan hátt. Svo spennandi. Rómarbréfið 8, 28-30. Við vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs, þeim sem kallar eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Því að sá sem þekkti fyrirfram hefur hann fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns og að hann sé frumburður meðal margra bræðra. Margföldun. Við megum gera líka. Við megum taka þátt. Ég sá síðan aðra sýn sem búin að vera að bögga mig svolítið. Og ég sá hvernig við þurfum að rísa upp og tala inn í líf fólks, vegna þess að það eru svo margir búin að gefast upp á veginum. Og orðið fyrir það úr Gálatabréfinu 6:9. Ekki gefast upp og gera það sem gott Því við munum uppskera. Það er komin tími til að taka upp símann, taka upp Facebook, hringja, hvetja, uppörva, kottu vertu með, kottu að labbaða með okkur. Fólki kringum okkur þarf að heyra. Við erum röddin. Við erum uppörfuna röddin frá Guði. Þetta bara dímonik, andlegt agenda, þetta andleg árás. Að reyna að fækka í kirkjunum, reyna að taka fólki að veginum. Og við þurfum að, hvað ég að segja á íslensku, outsmart it. Við þurfum að koma í veg fyrir, vera klókari. Já, tala inn í líf fólks og uppörfa. Svo það fyrsta tímundin verið þessu 1:18 sem ég finnst þó gaman að lesa. Þetta það sem ég minni þá á barnum mitt Tímóteus með þá spádómsorð í huga sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæmt þeim skalt þú berjast inn í góðu baráttu. Vitið hvað eru margir í kristna heiminu sem eru bara að bíða eftir spádómanu sínum? Ég í rosalega svona stóru smámálegu samfélagi og maður rekst rosalega mikið á, já, Guð talaði til mín 1984. Fínt, vel gert. Svo þetta bara sett hann í skuffu og ekkert gert með þetta. En Guð segir, ég vaki yfir orðið mínu til þess að framkvæma það. Við þurfum að stíga út á orðin sem að Guð talar. Sko, sýnin sem ég fekk með skóna í gær, hún tengist öðru líka. Þannig að ég hef deilt sýn sem ég fekk fyrir nokkru síðan með sumum ykkar. Þá var ég að labba á Íslandi og kem að einhverjum stórum garði og það er risastórt járnhlið í garðinum sem að bara stóð svona upprétt, verið svona 3 metra hátt eða eitthvað. Og ég labbaði hliðinu og þegar ég kem að hliðinu þá bara fellur hliðið niður. Og ég byrjaði, hvað er þetta, hvað er að gerast? Og hvaða hlið er þetta? Og fyrir svona að spyrja Guð hvað hann er að segja mig með þessu. Og þá minnir hann mig á í, var ekki Póstólasöfnin 12. Hvað er þetta? Skiptir ekki máli, ég er ekki með þarna. Allavega, í Póstólasöfninni þá munið þegar englarnir koma og hitta, var ekki Pétur,
Og þá segir hann þetta við hann, reimaði á því skóna. Já, er þetta ekki í 12. kaflanum með það? Já. Þannig kemum við aftur, tvær sýnir sem Guð er að tengja saman. Reimaði á því skóna og labbaði af stað. Þannig að Guð er að tala til okkur í dag, við þurfum að reima á okkur skóna og labba af stað. Staðsetja okkur í Guði. Og þegar við löbbum á stað, þá mun fyrirsjáin vera til staðar. Guð mun vaka yfir orðunum til þess að framkoma þau og opna hliðin. Hliðin muni falla niður, hindranna muni falla niður. Við verðum að ganga út í þessum krafti og trausti á því að orðið sem Guð hefur talað er nóg. Hvað segirðu? Skóðfúsleikanum, akkurat, amen. Það er svo magnað að ganga. Ég er búinn að gera þetta svo oft. Þú veist, að taka eitt orð sem Guð talar og það getur opnað dyrnar bara hinum megin á hnettinu. Eitt orð. Hvernig ætlum við að taka ábyrgð á því sem að Guð er að segja við okkur? Þetta vers sem ég byrjaði á. Guð þráir að sýna sig mátkan. Guð þráir að sýna sig mátkan. Hverjum þeim sem við heilsu á við hann. Hvað veit Guð opinbera fyrir þér? Hvað veit Guð sýna þér? Hvað er forvitnin? Byrja að spyrja Guð, hvað viltu gera? Amen. Við þurfum að vera miklu meira, við þurfum að virkilega standa upp hérna í þessu spámanlega á Íslandi. Og ekki bara við sem eru köllum inn í fimmföldu þjónustunni heldur, bara allir líka með Krist, við þurfum að fara fullt í það að spá. Spá og uppgöra maður slípi mann eins og járn slípi járn. Og við þurfum að byrja að lifa þessu andlega lífi, það sem heilagur andi kemur og talar, leiðbeinir, sýnir okkur. Og svo komum við saman, við byrjum að spyrja hvort annað, við byrjum að fá, orðið segir, við erum að láta 2 eða 3 meta orðin, við komum saman, spyrjum hvort annað, hvað veist þér Guð verið að segja? Hvað veist þér Guð verið að segja? En þú? Og út úr því, ég manni ég fekk hérna sýn daginn sem að Guð talaði til mín og sá ég svona vínberjaklasa og Guð byrjaði að tala við mig og sjáðu þennan vínberjaklasa og já. Vínberjaklasi er svona klöster og ég byrjaði að hugsa mörg vínber, saman klöster, eitt tré og orðið sem að svona Guð leiddi mig í gegnum var það mun koma ein rödd út úr mörgum hérna einstaklingum. Við þurfum að koma saman og skerpa orðin þannig að það heyrist ein rödd út af við. Röddin sem að Guð er að tala til okkar. Þannig að mér langar bara að skilja ykkur eftir, bara hungrið eftir því að fara upp í sveit og upp á fjall eins og ég. Nei, þeim er ég líka að biðja inn í herbergi, það er alltaf leið. Veitu, það er bara svo gaman að heyra í Guði. Það er svo gaman. Það er svo gaman og sögurnar sem vera til þegar maður heyrir í Guði. Ég veit að flest öll ykkar eiga ykkur að frábæra sögur. Veitu, við þurfum að deila þessum sögum. Deila því hvað Guð er að gera og hvernig hvað gerðist. Þetta er svo uppörvandi. Ef að ykkur hérna heyrir eitthvað, heyrðu mér aðeins hérna, ég er bara að biðja fyrir mig ykkur í grænni úlpu og svo fór ég í kringluna að hitta ykkur með grænni úlpuna og ég var bara með spátansvar fyrir hann. Og svo hitti ég hann bara og spáði henni í lífi hans og þetta er svo hvetjandi að þú veist, heyrðu, ok, kannski get ég bara gert þetta líka. Þetta þarf ekki að vera flókið. Við erum hungrum eftir því að bara leyfa Guði og fá að taka þátt í þessum að Guð er að byggja með okkur. Og hérna, ég ætla að taka svolítið ábyrgð á því að við byrjum að reisa upp spámanlegu þjónustunni hérna á Íslandi. Og hérna, við ætlum að fara að halda alls konar námskeið og bara byggja fólk upp á fullu. Þannig að 9 tímar. Amen. Takk fyrir þetta.